Geir. Velkomin á janúarastundu festu, þar sem þemað virðiskeðjan. En veit einhver hvað virðiskeðjan í raun og veru? Ég ætla að komast til botns í þessu. Uppsjávarfiskur upstream í virðiskeðjunni? Já, ég myndi segja það. Hann svolítið ofalega ef við tökum fisklögin í sjónum. Hvort ertu meira upstream eða downstream? Sko, ég myndi segja að streamið var bara svona hálffullt. Hvað þetta 100% fiskur? Það verður ekki byrjað að taka upp en þannig að ég bara segir í innlegni, ég hef ekki hugmyndu það sjálfur. Nú, skrifaði samt bók það. Já, þetta gott pér. Já, fyrir sjávarklassan bara. Akkurat. Af hverju þið að setja svona ströng lög sjálfbærni? Já, var ekki betra að spyrja umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þessu? Af hverju alltaf verið að blýhúða Evrópuregluverk sem snýr að sjálfbærni? Þetta nákvæmlega það sem við erum að kostnaðarmeta hérna í ráðuneytinu. Við létum Deloitte vinna kostnaðar og ábata mat. Hæ Elva. Hæ. Af hverju valdirðu virðiskeðjuna sem þema ráðstefnunnar? Hefði ekki verið hægt að velja eitthvað einfaldara? Jú, örugglega. Ekki bara gaman að kenna sjálfbærni? Það algjörlega frábært. Það oft talað svona að virðiskeðju séu upstream og downstream. En þið hjá Icelandair ekki bara í jetstream? Jú, við erum svolítið mikið þar. Hefur þú eitthvað gleymt því að þú ert í jakkafötum og hugsað, ég ætti að vera í gúmmístígvélum núna? Já, þá oft ef ég að tala við stjórnmálamenn á stjórnmálafundi, já. Þá ættir að vera í gúmmístígvélum? Já, til að móka út. Ef íslensk stjórnvöld krefjast meira gagnsæis í virðiskeðjum og hringrásarlausnum, hvernig getur ríkið sjálf gætt þess að opinber innkaup setji fordæmi fyrir sjálfbærni? Gott áspyrða því við höfum einmitt sett af stað 7 starfshópa sem eru að láta meta þetta. Hvort leiðilegra, CSRD eða EU Taxonomy? Ég verð að segja EU Taxonomy. Ég nefnilega með pínu svona ofnæmi fyrir EU. Getur Seðlabankinn búið til eða keypt hringrásarhagkerfi? Sko, það hefur ekki gengið vel hingað til að búa það til, þannig að við erum svona í viðræðum til dæmis við Danmörku, kaupa hagkerfi Sjálands og innleiða hér. Sjálfbærni ekki bara umhverfismál, heldur einnig félagslegt réttlætismál. Hvernig getur Ísland tryggt að umskiptin yfir í grænna hagkerfi verði ekki á kostnað lágtekjuhópa og minni fyrirtækja? Átti þetta ekki að vera eitthvað grínviðtal? Hvort myndir frekar vilja vera á fundi sjálfbærar virðiskeðjur eða... Ég vil hitt. Viltu ekki heyra hvað hitt er? Ég bara mér líst betur á það strax. Hvað með rafmagnsflugvélar? Hvað með þær? Bara Bara hvað? Bara flottar. Hefur Eimskip prófað að setja segl á flutningaskipin til að spara eldsneyti og lækka þannig kolefnissporið? Við erum mjög mikið að horfa til framtíðar en líka fortíðar og þess vegna höfum við prófað þetta. Mér fannst bara, þú ert ráðherra, viltu ekki bara svara? Þið eru fengnir hérna inn, við hleypum ykkur hérna inn og þið takkið viðtal við ráðherra út frá ákveðnum forsendum. Ég óska eftir að fá spurningarnar fyrirfram. Þú fékkst þær? Þetta átti að vera grínviðtal. Þetta er að verða bara eins og þegar Sigmundur Davíð var hérna og nappaður í eitthvað viðtal Vintris. Þetta er að verða þannig moment, sko. Ég beði virðulegan ráðherra fyrirgefningar á fyrir spurningum og við höldum bara áfram á hugmyndaléttunótunum. Ísland stefnir að kolefnishlutleysi fyrir árið. Líka klippa þetta áður að þú kemur inn í ráðuneytið. Viltu að ég hneppi upp? Já, hneppa upp, þetta er bara svona óþægilegt. Ég fengi mjög mörg hross á þetta. Þetta er bara svona truflandi. Ok. Þetta er svona ákveðið áreiti þegar verður að tala við þig. Það fer alltaf að horfa hérna. Ok. Ja. Ísland stefnir að... Er ekki konum með meira nú að... Ok, geggjað.